Já, veriði velkomnir árandi góður hér í Káa TV. Hér erum við að byrja útsendingu frá leik Káa og Þórs 2 hérna í bóðanum. Þetta er leikur í annar umferð í riðli 1 á mótinu. Káa vann 6-0 sigur á KF í fyrstu umferð sem við sýndum hérna beint á Káa TV. En Þórsararnir töpuðu eins og 2-1 fyrir KF. En maður veit að það býr hellingur í þessu unga liði Þórs og þetta gæti orðið snúinn leikur fyrir Káa. En við skulum byrja á að kíkja á lið Káa. Skulum kíkja bara fyrst á byrjunarliðið. Og þar er í rammanum í dag Steinþór Már Auðunsson. Já, Stubbur mættur aftur og fær að byrja þennan leik. Það verður gaman að sjá hann aftur í Káabúnunum. Uppalinn hjá Káa en komið þó nokkur ár síðan spilaði fyrir félagið. Þannig að þetta er skemmtilegt að sjá hann aftur. Annars þá er byrjunarliðinu Ívar Örn Árnason, Ásgeir Sigurgeirsson, Andri Fannar Stefánsson, Brynjar Ingi Bjarnason, Nökkvi Þeyr Þórisson, Hrannar Björn Steingrímsson, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Þorri Mar Þórsson, Adam Örn Guðmundsson, Sveinn Margeir Hauksson og á bekknum er í dag Kristján Jajalo, Haukur Heiðar Hauksson, Þorvaldur Daði Jónsson, Elvar Máni Guðmundsson, Björgvi Máni Bjarnason, Atli Snær Stefánsson og þjálfari er að sjálfsögðu Arnar Grétarsson, sami hópur og gegn KF, nefnum bara að Steinþór kemur í ramman fyrir hann Jajalo. Skulum við kíkja stutt á lið gestana. Hann kemur hér. Í markinu þeim er Auðun Ingi Valtísson og útileikmenn eru svo Birgir Ómar Hlynsson, Bjarni Guðjón Brynjólfsson, Elvar Baldvinsson, Aron Ingi Magnússon, Ásgeir Marino Baldvinsson, Vilhelm Otto Býring Ottosson, Jakob Frans Pálsson, Algeir Axelsson, Nikola Kristín Stojanovic og Steinar Logi Kárásson og varamenn eru Bjarmi Fannar Óskarsson, Ingimar Arnar Kristjánsson, Kristofur Kristjánsson, Sigfús Fannar Gunnarsson og Björn Ísveld Jónasson. Og þá akkurat mætir Pétur Heiðar Kristjánsson sem verður með mér hér í dag. Velkomin Petti. Já, þakka fyrir. Gaman að fá þig hérna. Þetta verður væntanlega áhugaverður leikur. Það er eins og verður þetta alltaf að Káa og Þór mætast. Já, og svo nýbreytni er í áhrif Þór að Þór 2 er ekki annar flokkur eins og hefur verið. Já. Heldur er Þór 2 bara B-lið meistaraflokks. Þannig að þetta eru bara þeir sem er ekki að spila mínútur með meistaraflokki, þeir fá mínútur hérna. Já. Sem er alveg góð pæling út af fyrir sig. Já, bara algjörlega sammála því og líka þeir hafa alltaf engu að tapa hérna móti sterkuliði Káa, en þetta gæti orðið snúinn leikur. Þetta gæti orðið hörkuleikur. Vonandi verður þetta aðeins skemmtilegri og meiri mótspyrna heldur en við fengum á þriðjudaginn. Já, ég heila reikna fastlega með því. En þetta er farið að stað hérna. Káa byrja með boltan. Það verður ekki svipað og gegn KF og Káa verður svona meira að stýra leiknum. Og gestinni líka tilbaka, eða gestirnir, þeir eru svo sem nær yfir heimalið. Já, við erum skráð heimalið í dag, með að við allan að hvernig sett upp á varamannabekkina. Já. Heimalið er þá á varamannabekkinu meðan útilið er í stúkunni. Já. Sem eru reglur mótsins. Og var þetta fyrsta rangstaða dagsins. Geiri næstu búinn að pikka boltan hana. Það er ekki hægt að smá snúru vandamál hérna. Út í smá stund. Þannig. Og þetta náum að laga þetta sem veist.
Þórsar unnu hérna aukaspyrnu á miðvallarnum, gerir núna að halda aðeins boltanum. Gerir þetta mjög vel. Haldur spilin tilbaka á Auðun. Dóttir í mynd aftur. Já, og myndin ná að haldast í lagi hjá okkur. Flottur kaflinn hjá Þóra sem KM ná bara ekki að klukka á fyrir hann þarna. Já, Steinþór hérna með mikið pláss. Hvað gerir hann? Sveinn Margeir í fínu færi og þetta tók ekki langan tíma. Já, fyrsta marki komið. Sveinn Margeir Hauksson eftir góða sendingu frá Steinþóri Frey. Losaði boltana hárréttum tíma. Þetta er ótrúlega með fótboltan að já, ég heiði mitt á bekknum hjá Káa, þeir voru ekki sáttu við hvað Þór var að halda boltanum og þeir náðu ekki að klukka á. En 5 sekúndur seinna er komið mark. Já, þetta er skemmtilegt. Ég finnst velverðingar því, ég var ekki búinn að kveikja á endursýningur hjá okkur, þannig að ég næði ekki að sýna markið aftur. En það er búið að kippa því lag núna. Já. Þannig að ef það eru að vera fleiri mörk í þessu leik, þá getum við alltaf að reynt í þau eftir. En já, þetta er væntanlega ekki alveg það sem að Þórsarnir lögðu upp með að fá þessi mark 6 á þriðju mínútu. Spurning út að KA-liðin á að hamra járnið með það heitt. Jájá, hvað sagði ég? 2-0. Aftur er Sveinn Margeir. Já, við sögðum þetta fyrir 3 mínútum að þetta er ekki það sem áttum vona á. Áttum vona á smá meiri mótspyrnu. Já, sem við sjá hérna markið aftur. Góð sending hérna, frábær móttaka og hreyfing hjá Sveini sem rennir svo boltanum í netið. Hann er komið með 2 mörk hérna strax í upphafi leiks. Sjáum þetta eins og aftur, það er leikur eitt Þórsarinn eftir hérna. Já, Sveinn Margeir kom með 2 mörk strax í upphafi. Já, sjáum þetta markið eins og aftur. Já, Þórsar að hvert yfir einhverju brot hérna sem var erfitt fyrir okkur að sjá. Já, ég allavega sá það ekki. Það hefði alltaf verið svolítið áður en sendingin hefur komið. En hvað það? Áfram í smjörið. Þetta er laglega að spila það, menn boltinn á Steinþór. Já, snúran okkar er aðeins að stríða okkur því miður. Betur verið núna á að sína bæði mörkin til þessa. Já, bara gamla góð útæðslýsingin á meðan. Komið þessu lagi. Þorri Mar hérna með boltan vinstra megin, finnur Andra á miðinni. Andri færir hann yfir á Binna. Binni kemur upp boltan. Niður á Ívar. Þorri kom með boltan hérna, finnur Steinþór. Myndin er komin í gang hérna. Bara íta hérna. Getur við svona? Já, við reynum að bregðast við þessu og skiptir svo út snúru eftir kvöldið. En já, kemur hérna langur bolti sem að endar bara á honum Stubb sem býður hérna rólegur í markinu. Eins og segi, fyrsti leikur hans Stubbs fyrir Káa núna eftir að hann snýr aftur heim. Það eru komin 2 skot í leiknum og það eru 2 mörk. Það er ekkert úðalega flókið. Nei, aftur á móti 2 dauðafæri. Já, algjörlega. Þannig að lítið við Auðun
markmann að sakast. Já, sammála því. Og það eru 2 dauðafæri. Já, Andri fyrir að brotlegur hérna. Já, mikið fyrir Þórsarann að ná að átta sig strax. Það fáum kannski svona aðeins meiri spennu í þetta. Hvað reyndar þetta skoppar þarna yfir Ásgeir. Þórsararnir halda boltanum. En nú fær Ásgeir boltan. Jæja, endar hjá Þorra. Nú byggjum við upp sóknina. Stendur tilbaka hérna á Ívar. Nú vantarlega þurfum við að sýna smá þolinmæði. Þórsararnir komnir allir tilbaka. Já, þessi var farinn. En já, þetta er þokkaleg byrjun á leiknum. Strax komið 2 mörk. Já, það er kannski smá leiðilegt fyrir mótið og fyrir svona áhorfslega séð að fá ekki mótspyrnu og fá ekki getað vinnu í taktísku hlutum og mótspyrnu, heldur er þetta meira bara fitnesslega séð. Já. Menn er að fá hérna 90 mínútur sem er miklu skemmtilega heldur en 90 mínútur æfing. Já, fyrir myndin enn aftur hjá okkur, byggjumst aftur bara velverningar á þessu. Já. Náum við vonandi að kippa myndin í lag. En það var komin inn núna. Já. Það þýðir ekki annað en að skipta bara myndtökumann. Myndtökumann alltaf rekast í einhverju snúru sem hann átti ekki rekast í. Skiptum hlutverk hérna frá hvað það gangi betur. Kemur Adam Örn um boltan. Gaman að sjá Adam Örn fá mínútur hérna á undirbúningstímabilinu. Virkilega spennandi og efnilegur leikmaður á austan. Skemmtilegur strákur og einmitt metnaðarfullur. Og já, sammála því, hann á þetta skilið, fá tækifærið. Og Ívar finnur Binna hérna, Binni kemur með langan diagonal. Steinþór er þar, Steinþór reynir að finna Þorra, finnur hann. Þorri snýr yfir á hægri. Steinþór ekki skotfæri, fer í varnarmann. Þórsararnir vinna hérna aukaspyrnu. Þórsararnir hérna koma upp vinstri kantinn. Þórsarar auðvitað með tap í fyrsta leik á móti KF 2-1. Það er annar leikur beggja liða. Birgir Ómar hérna með skiptingu yfir. En þessi var löng og ónákvæm. Já, ég finnst gaman að segja því að Elvar Máni sem spilaði sem fyrsta leik fyrir KF í fyrstu umferðinni skoraði með sigurmarkið á móti Þór 2 fyrir KF. Hann er heldur betur búinn að láta ljósið skína hérna á þessu móti til þessa.
Já, og vonandi fáum að sjá hann taka mínútur hérna í dag. Já, einn af 5 K.A.-strákur sem var valinn í æfingahóp U15 núna í gær. Gríðarlega eftirlegur strákur. Þá veitum við það, þetta er ekki myndtökumaðurinn. Jæja, komum strax í gang aftur. Ekki tala eitt mig, Kristján, nei, Pétur Heiðar Kristjánsson myndi. Þetta er ekki nógu vel getið Þórsurum vinna boltan hérna en tapa hlut aftur. Þetta er verða að halda betur í boltan þegar vinnan. Þetta er mikil vinna varnarlega. Varnarmönnum veitir ekki að smá hvíld þegar vinnan reyna að halda honum. Þorri tekur þetta innkast hátt upp á vellinum. Finnur Steini Þór. Kominn 2 mörk í hann leik og Kjarnafæðskóngurinn með hvorugt. Já, allavega mest eina staðfestingu. Það er að afsaka þessar myndurblónir. Það eru leiðilega en hörku bolt hérna inn fyrir á Ásgeir Marinó en Ívar bergar þessu í horn. Fyrsta hornspyrna leiksins og það er Þórsar sem eiga hana. Já, einbjörnum á því að við munum laga þessi snúrumál hjá okkur fyrir næsta leik hérna. Fínasta hornspyrna en fáir öflugur en Ívar í teignum og hann skallar þetta út í einkast. Jakob Frans sem tekur einkastið, finnur hérna Ásgeir inn í teig. Ásgeir skoraði með Þór 1 hérna á móti Völsung helgina. Nei, á miðvikudaginn ekki. Þannig kemur boltan Róarda, finnur Andri yfir á Ívar. Ívar með pláss. Leið tilbaka Adam. Binni með pláss kemur upp með hann. Þórsarnir er mjög aftarlega núna. Þetta var full erfið bolti á Andra frá Adam. Auðun kemur honum í leik. Ekki spilur tilbaka á Auðun, það er lítil pressa á Þórsarna en aftur á móti er lítið opin svæði. Það eru komin upp Jakob. Þorri hættulega tæklingu en nær honum ekki og það er döðfæri og það er skot rétt yfir frá Aron Inga. Sjáum þetta hérna aftur. Frábær fyrirgjöf út í teginn frá Jakob og Aron Ingi setur hann það yfir úr góðu færi. Aron Ingi með einn af nokkrum hérna í öðrum loki. Efnilegur strákur. Binni komum boltan, Binni finnur Geira í hlaupinu. Geiri nær að halda honum, finnur Andra Fannar hérna inn á teignum. Andri klárar bara mjög auðvitað. Þú segir þetta var full auðvelt Ágúst, það ekki? Já, þetta var svona, var að hugsa Þórsarnir nýbúin að fá færi og svona voru að koma sér aðeins betur inn í þetta. Já, sjáum hérna Binni með sendinguna á Ásgeir. Ásgeir tekur boltan fyrir í bygga aðeins og svo næri Ásgeir honum undir kontról, finnur Andra og Andri bara setur þetta mjög einfaldlega inn eftir. Þetta er full auðvelt. 3-0 fyrir K.A. eftir 16 mínútur. Já, Andri Fannar kominn á blað, hann skora nú ekkert rosalega mörg.
Hann er vantilega mjög ánægð með þetta, kallinn. Enda fagnaði hann þessu eins og hann var heimsmeistari. Heldur betur. Sjálft að sé mikla innlifin í þessu. Þórsar reyna hérna að byggja eftir upp sókn. Birgir Ómar hérna með skiptingan yfir til vinstri. Dæmt brot á Vilhelm Otto. Já. Það er ekki að gera mikið í þessu en sérstaklega ekki í K.A. Þórslag. En brot herða, Valdi Páls með hættar hennu. En já, það er spurning hvernig þetta endar hérna hjá okkur í dag. Strax árið 3-0 og heldur betur nóg eftir að þessu. Já, sem ekki gott fyrir Þórsarana með hvernig þessar fyrstu 80 mínútur hafa spilast. Já, en á sama tíma vel geta strákunum að byrja þetta krafti og vonandi þeir haldi dampnum bara. Nýti þennan leik sem alvöru æfingu. Með leist hérna í Hárannari og Adam og Hrannar kemur langa bótt að Geiri. Já, tekst að vera aðeins og smart í þessu. Oft kallar Geiri smart. Heldur betur. Þetta er bara púra brot og það er vítaspyrna. Já, ég ætlaði að segja, ætlaði ekki að benda punktinn þá. Tók litt smá tíma, ég ákveð þetta hann valdi að hefur fengið aðstoð frá aðstoðdómarunum. Eða bara var hjá K.A. TV. Eða var, já, skulum kíkja þetta aftur hérna. Já, við sjáum þetta ekki alveg nógu vel en frá okkar sjónarhorni upp í stúku hérna, þá leit út til að vera brot. Já, þetta var þá líklegast inn í teig. Það var eiginlega akkurat svona inn í teigshorninu. Og hvað, Sveitmarki getur tryggt fyrir þrennuna strax á 19. mínútu. Já, ég skamma hann að setja síðasta leikur, hafi ekki skorað. Hann er laglega bætt yfir það núna. Já, með þrennuna. Það var örugt beintamarki. Sjáum þetta hérna aftur. Setjum hann bara á mitt markið. Hei, verið þetta ekki hérna nema þeir Standi kyrrir. En já, þetta er kannski fyrir ekki bara Sveit Margeir núna. Það komið með 4 mörk. En já, þetta heldur áfram þessi marka veisla hérna. Við erum kannski að sjá núna svolítið munun á liðum. Sjaldan verið svona mikil munur á liðum í Kjartansmótinu áður. En auðvitað fengu Þór og K.A. að æfa frá byrjun desember, minni mig. Og það er fyrsta gula spjaldið. Það meðan annar flokkur hjá Þór og K.A. og önnur lið fengu ekki leyfa að æfa fyrir núna 13. janúar. Það er rauninni bara topp liðin í hverju grein fyrir sig sem fengu að æfa í desember. Þannig að sá munur er kannski að koma í ljós núna þegar við sjáum þessi úrslit. K.A. KF 6-0, Þór Völsungur 7-0 og svo K.A. Þór 2 hérna 4-0 til 20 mínútur. Já. Því að þótt að fótboltaleg gæði sé yfirleitt K.A. í vil þá hafa hinliðin getað allavega að svara með að vera í formi og mattsað og í fitnessi. Og Binni hérna með boltanum miðinni. Leifi sér eitt langan en það var enginn í þessu löpi. Nei, heldur betur ekki. Allir vil að menn sé að stífpressa þá hérna. Að menn fái eitthvað út úr þessum leik, sé ekki að liggja tilbaka og slaka á. Já, gríðarlega mikið professional Arnar Gretarsson þjálfari og bara virkilega gaman að sjá hvaða svona áhrif hann hefur haft á liðið okkur. En hér gefur KN einu sinni frá sér klaufalega aukaspyrnu. Þetta er óþarfi finnst mér. Og taka þetta snöggt Steinlaug, setja hann til hægri. Aron Ingi gerir þetta vel, kominn hérna upp á endamörkum.
fyrirgjöf. Ásgeir missar hann aðeins frá sér og Binni Hreinsson til innkast. Taka þetta snöggt, Steinn Logi fær hann. Já, þarna var enginn. Fín hugsun í hann en náði ekki alveg tengja við Ásgeir. Stubbur ungstanda Þórsarnir hátt. Stubbur bara salir rólegur, finnur Ívar og þessi pressaði hjá Þór fyrir lítið. Já, svolítið mist hausinn núna Þórsarnir. Þetta er kannski staðan alltaf vissulega orðin erfið. Þeir þurfa að halda áfram. Jájá, þeir þurfa að fá okkur út þessu leik almennilega og geta bara, þetta er æfingarleikur. Þannig að maður þarf alltaf að hugsa að staðan sé bara 0-0 og þú ert að hugsa þitt, formið og eða taktík. Nákvæmlega. Hvað gerist hér? Svona ekki reyndi hérna boltinn að Steinþór sem hefði verið á langur en Þórsarinn þá gerir hverja gott að Biggi sem kom inn í þetta. Káamenn vinna boltann og tapa hann strax aftur. Þetta er Guðjón finnur Steinól. Nikola með boltann hérna. Heldur sé ekki fara með fleipur en Nikola byrjaði leikinn mútið Völsung með Þór 1. Það er hann sjálf örugglega eini leikmaðurinn sem er þá að byrja að báða þessa leiki. Það er svo ekkert sem bannar það. Nei, þetta er ekki KSI mót, þannig að það má rauninni gera svona hér upp það sem þú vilt. Skilst að dómarafélagið sé að hvetja menn til að spila ekki með fleiri en 2 liðum en það hefði verið brotið margoft og munur örugglega vera það. Geiri sitt hérna flotta pressu á Auðun og Uppsker að geta sett pressu á Þórsarna út í horni. Já, alltaf margir ungi strákar bæði í Káa og Þór sem hafa stundum verið að nýta tækifæri með að spila fyrir önnur lið á þessum móti. Þetta er mjög gott tækifæri, þannig að það er kannski erfitt að loka á það að menn spila með 2 liðum. Já, menn mega spila með 2 liðum en ekki meira, en það er ef að menn eiga sens og í herðu Ásgeir Marinn og sloppin inn í gegnum móti Stubb og klára þetta bara listi vel. Já. Rendar hann næstingina og þetta er upp úr þessu fræga innkasti sem ég var að hrósa hérna þessu vinna á hann. Sjáum hérna sendingun innfrið frá Aron finnur Ásgeir Marinn sem kemst undir Binna og klára þetta næstingina stöngin inn, frábært mark. Já, staðan er 4-1 og nú vonandi að strákarnir kveiki eftir á sér og það er svona smá værikærð finnst mér í leik Káa eftir að 4 marki kom. Já, ég verð bara að vera hreinskilinn og mér finnst það að vera jákvætt. Bara að því ég geta komist í 4-0 og ætla svo eitthvað að slaka á og eitthvað það menn verða að fá út úr þessum leik og þetta er einmitt það sem Káa þurfti. Fá mark á sig og geta byrjað upp á nýtt hérna sem þið sýnist að gera. Hrannar með frábært skot. Þetta er bara vel varið hjá Auðunni, ekki? Jú, sýnist það. Hrannar getur alveg skotið. Skorar yfirleitt mjög falleg mörk þegar hann skorar. Já, sjáum við aftur, setja hann yfir á vinstri fótinn. Hann er ekkert síðri með vinstri, kannski aðeins. Þessi er bara leiðin upp í blá hornið. Hrannar kvarta hérna yfir aftan læri. Hvað er þetta? Sem þá í leik. Sýnist Káa alltaf undirbúa skiptingu. Já, þessi farin innkast, Þórsarnir eiga það. Það er aftur Haukur á bara 7 mínútur síðast eða ekki, Ágúst, nánast. Jú, það var svipum tíma, já. Haukur kom þetta flottur inn í síðasta leik, þannig að þú sé ekki bara í standi til að spila aftur svona mikið. Já, en þá reiknaði með að það verði bara svipuð skiptingu síðast, nema núna fyrir Adam örgulega bara í hægri bakkurinn. Og Haukur kemur djúpur á miðjuna. Smá áhyggi í efnum og þegar maður þekkir Hrannar vel þá er hann nú frægur fyrir að klára leikinn átt að hann finni eitthvað fyrir. Já. En hann núna ætlar bara að biðja skiptingu og ég ætla að vona að það sé bara þá fyrirbyggjandi frekar hann að sé eitthvað búið að gera sjá hann. Hann líður ekki vel aftan að læri.
Það ekki að hann vilji komast heim og sjá fréttinar á RÚV. Það er ólulegt, aldrei horft að fréttir aðeins sinni. Það er svoleiðis. En hérna mistum við mynd, en það er Stubbur að verja vel og Valdi dæmir svo kallar sóknarbrot. Þetta sé nú ekki til í fótbolta en Ruðningur þá. Já, gæti að vera ruðningur. Já, ég segi. Það sem gerist er að Jakob komst upp á endalínu, kemur með fastan bolta bara á nærsvæðið bara nær hornið. Stubbur verðan aðeins út í teig og þar lenda þeir í klafsi. Sá ekki alveg hver það var og Steinþór og hann, Ingi Þórsari, og það er þetta brot á Þórsaran. Það er skiptingin sem vorum að tala um. Hrannar út og Haukur þegar kemur inn. Allt hérna upp á skjáin, allt rétt, Hrannar Björn út og Haukur Heiðar inn. Já, Vísu sendur út hjá þær en allt í góð með það. Já, að fá þetta inn? Nei, ég held. Jæja. Já, skulum kannski hafa myndina góða. Kannski mikilvægara, en það fór eins og ég spáði. Haukur kemur inn á djúpan miðjumann og Adam fer inn í miðvörðinn, Ívar vinstri og Þorri Mar hægri. Já, ég veist að aftur velveringar á þessum vindtruflunum. Við erum að reyna að gera okkur besta hérna að minnka þær. Já, verandi þjálfari sjálfur og þekkjandi Adda, þá verður hann ekki mikið ekki hrifinn af rókari liðinu, en þarna er frekar mikið breyting á liðinu. Það er lagi, þetta er æfingamót. Já. En Adam hérna dettur aftur í miðvörðinn eins og síðasta leik. Binni hérna klaufalegur með þessi boltan yfir sig og heldur svo afskilur hann á. Já, ef það eru einhver lið sem ætti að þekkja hvernig boltinn skoppar í bóðanum, þá er það Káa og Þór. Já. Bekkurinn hjá Þór heimtar guldspjald af Binna sem er rétt til að samkvæmt reglum er peist og guld. En Valdi lætur tiltal duga. Haukur hérna með hættulega bolta og þetta er dauðafæri hjá Aroni síns mér, en hann hittir ekki boltan nógu vel. Og Þórsæla Káa með bruna hérna upp og Auðun bara gerir eina rétt í stöðunni, en neglir honum upp í þakk sem þýðir að þeir bara skila boltanum aftur tilbaka. Já. Þeir hefur kannski smá tíma til að sjá auksmundunni aftur. Ég er svona að reyna að vera ekki mjög snerpar hreyfingar á miðdalinni, afsakið það. Skalli hérna Hauk sem dettur fyrir Aron og Aron hittir bara boltan ekki nógu vel. Stubbur hans að mæta öll. Það er komið líf og fjör í leikinn. Haukur finnur Adam kemur upp með hann. Ívar missir boltan klaufalega hérna og Haukur brýtur þá illa af sér. Biggi setur boltan í leik, finnur hérna Elvar Baldursson, Húsvíking, vanur að spila vinstri bakvörð hjá Þór og komin inn í miðvörðinn. Já, Steinþór trakkar hérna vel tilbaka og finnur Steinþór nafna sinn. Já, kallaði það ekki á hann. Já. Þorri hérna komin í hægri bakvörðinn, líður örugglega aðeins betur þar. Það kemur bolta að finna Hauk. Og Adam með bolta hérna upp í hornin, en það eru Þórsaranir.
En einu sinni verið að byrja afsökunar á þessum myndtruflunum. Já. Það er gott að mikið að rukka fyrir þessa þjónustu. Þrýttinn á KA TV. Þarna. Geiri kominn innan djúpt niður að sækja hann. Geiri með þrennu í síðasta leik og ekki kominn á blaði í dag. Vel gett að Geir að dreifa markaskorunni, leyfa öðrum að njóta sín. Og leggjum beitt. Steinþór hérna. Drengur góður. Drengur frábær. Vel gert, Haukur flott fyrsta touch. Binni finnur Hauk aftur. Haukur og Adam. Adam út á Ívar. Ívar aftur fyrirliði KA í dag. Enda mikill leiðtogi og flott. Mikill KA-maður. Já, heldur betur mikill KA-maður. Og Þorri með fyrirgjöf, þessi er há. En ekki nógu góð. Jakob Frans var hérna og baslaði þessum boltanum, kom hann svo út í horn. Það þarf önnur hornspyrna þá sér hana. Nei, KA manna fekið. Já, ná vonandi eitthvað að laga myndtruflanirnar á eftir. Það kemur í ljós. Hornspyrnan ekki nógu góð, Steinþór er kominn með boltann hérna, finnur Svein Margeir aftur. Svein Margeir ekki að fara mikið fyrir honum síðan hann skoraði 3. markið sitt. Nei, það er rétt. Þetta er svo sem KA-lið búið að svona heila stíga aðeins að bensíngjöfunni. Þurfum að keyra þetta aftur aðeins upp. Andri róa leikinn niður, fá skipulag á liðið eftir hornspyrnuna. Áðan fyrir maður að sækja upp aftur. Matti er sammála mér. Og boltinn hérna bara of langur og fer út fyrir endamörk. Endamörk alheimsins. Já, ég ákvað að sleppa þessu, menn áraði okkur með hann. Það er hansi slæmt þegar ég fer að sleppa þeim. En ég vil kalla endalína. Við hérna KA TV kjósum við geta endamörk. Og við erum með markspyrnu. Arna vildi fá eitthvað fyrir sinni snúð þarna, en þetta er svo kallað öxl í öxl. Nikola hérna boltann, finnur Ásgeir. Ásgeir á Bigga, Biggi út á Jakob Frans. Jakob kemur með djúpan kross. Það er Adam setur hann upp í loft. Já, mikið loftur. Þú komst með hennan samt í staðinn. Já, 8-1 slagan inni. Já, og Ívar skilar honum henni tilbaka. Ég segi það aftur að það er skott að þetta er frýtt. Og Þór sendur Biggi upp sókn hérna. Birgir Ómar, ungur og efnilegur. Slákur og Ölfækja Þór. Sonur Hlyns Birgis. Þórs góðsagnarinnar, landsliðsmanns og atvinnumanns. Það landsliðsmann og atvinnumann, Haukur Heiðar hann með boltann. Kemur eitt langan en það er beint á Jakob. Jakob Frans er unglingalandsmaður. Já, Þór. Þó nokkuð marga leiki fyrir U16 og 17 held ég. En hérna er Þór, vinnur boltann. Ásgeir út á Aðalgeir. Aðalgeir kemur hérna, keyrir á Þorra. Spila 1-2 með Ásgeir. Þetta var virkilega fallegt og eins og Alli hafi táað hann hérna. Já, ég verð bara að segja það aftur. Mér finnst KA-liðið hafa mist rosalega mikið bitið eftir að skoruðum 4. markið. Sammála því, sjáum þennan aftur, þetta er gríðarlega vel spilað og alveg örugglega pirrar út í sjálfum sig fyrir að hafa ekki klárað þetta eitthvað aðeins betur. Allan að fóta markið, búið til frákast. Það var úrvalsfæri.
gömulkunn sjón hérna. Það er 3 öftustu spila saman. Adam Leifis í Sveinn Langan. Nökkvi leitna það en hlaut að vera rangstæður. Það hefði ekki verið eðlileg varnarvinna að skilja Nökkvi eftir einun hann nema væri svona langt fyrir innan. Steinþór spyrir hvernig hægt að vera offset þarna. Það var bara að horfa á KA-TV og myndi að sjá þetta, hvernig þetta var gert. Steinþór er einn af þeim sem er bæði leikmaður og dómari. Já, mjög fjölhæfur. Sveinn Margeir gerir vel hann að vinna boltann. Ívar finnur Steinþór og tekur svo hlaupið. Steinþór út á Sveinn Margeir. Finnur Andri Fannar Róarda tilbaka á Binna. Binni hefur pláss og tíma. Út á Þorra sem hefur líka pláss og tíma. Þó svona full langt frá gámunum núna stundina. Þorri finnur Adam tilbaka og aftur á Andri sendur út til vinstri á Ívar. Það munar svakalega að það er engin Elvar Árni eða Guðmundur í boxinu hjá Káa. Það lítið háar fyrirgjafir. Andri út á Ívar finnur Steinþór. Skemmtilega 1-2 og Ívar nær honum. Já, velkið þegar hann ná boltanum en kom ekkert út úr þessu. Þá er Binni og afskimar hana í kapphlaupi. Binni setur hann út af. Nákvæmlega eins og þetta spilast núna, þá var þetta leikurinn sem átti vona kannski frá byrjun. Já. Bjarni Guðjón setur hún til vinstri á Alla. Alli fær utanleik frá Vilhelm, kemur sér frábær bolti og Aron Ingi er ástæður. Já, vel gert hjá Steinþór í markinu að ná boltanum. Já, og setur hann fljótaleik. Ívar kemur hann upp en það er ekki margir tilbúinir framan á völlinn hjá Káa, þannig að þeir spilur líklega tilbaka aftur. Haukur með frábæra skiptingu yfir á Nökkva. Nökkvi með fyrirgjöfuna, nær að vinna sér vel, kemur með boltan út hérna og Sveinn Margeir tjekkar hann, finnur Steinþór. Steinþór leikur listi sínar og kemur sem með slaka sendingu út og Haukur brýtur af sér. Já. Þetta var hárrétt í Hauki að brjóta þarna en full. Það voru meðlega full seinir að nýta okkur þessa góðu stöðu þarna. Aðeins mikið að dóla okkur um boltan. Já, þess að full ódýrt hjá valda að henda gula þetta. Það er engin Þór Káa leikur nema séu gul spjöld. Já, ég vilt vel ekki að vera rauð spjöld en þetta er. Ég vona að koma ekki til þessi dag en það ætti ekki að þurfa í þessu allavega. Dent brot á Alger, brýtur á Þorra Mar. Já, nú er myndin alveg út hjá okkur því miður. Við reynum að leikurinn stopp þannig að það er ekkert stress. Við reynum að laga þetta á næstunni. Binni með erfiðan bolla á Stubbina sem það er aðeins að hlaupa eftir honum. Stubbin finnst ekkert leiðilegt að hlaupa hana, það er bara fínt. Binni með pláss, setur hann hérna diagonal alveg upp í vinstra horni, frábær bolti. Steinþór er með hann þar, en Steinþór þarf að spila út og stennir bregðast vel við. Já, ég held að ég þurfa að nýta hálfleikinn í að sækja við nýja snúru, við náum því. Við höldum þá bara áfram útvarpslýsingunni fyrir þá örfáðu sem nennar því. Hlusta bara okkur. Það eru 2,5 mínútur eftir af hálfleiknum. Eða 3,5. Já, og tekur þessa mínútu með auka.
Þarna fáum við ódýra aukaspyrnu hérna vinstra megin rétt. Já, ég held að ég stökki bara frá hann í náum alveg örugglega seinna hálfleiknum. Biðst bara velvirðingar á þessu. Ég leyfi þér Petti að lýsa restina af þessu. Já, ég fyrir rétt með það. Það er hvað sem ekkert að vera að koma neitt mark í það sem eftir þannig að menn ekkert að missa neinu. Ekkert þú heldur. Andri fann að taka aukaspyrnuna hérna. Andri fann að tekur aukaspyrnuna hérna vinstra megin. Það er svona cirka 10 metrum fyrir utan og hliðina á tegnum. Boltinn kemur fyrir, Auðun fer út í hann, Auðun handsamar hann. Engi frammi á Þór, þannig að þeir finna hérna Aron Inga vinstra megin en Aron nær í komin í geitt, Sveinn Margeir vinnur vel tilbaka. Allir séu mönnum að róa sig. Þórsarnir með boltanum miðinni, klaufalega gert hjá Vilhelm, setur hann beint á Sveinn Margeir og þeir breyka hérna á þá en Sveinn Margeir með álíka liðlegan bolta sem Vilhelm vinnur aftur. Birgir Ómar með ennett flækkan boltan, hann er skott, þetta er ekki mynd. Þetta er ekki fallegur fótboll sem við erum að bjóða okkur upp hérna stundina en Andri fann að koma með boltan hérna, 10 metra utan teig, finnur Sveinn Margeir sem er í skotfæri, hann lætur vaða en Elvar Baldvins er fyrir þessu og Þórsar að vinna boltan og Nökkvi brýtur hérna klaufalega á sér. Heppinn hann rauninni brýtur tvisvar að sér, paust og svo sparkar niður. Hann geta fengið 2 gul þarna samkvæmt reglum en sleppum með 1. Gríðarlega klaufalegt og illa farið með góða stöðu sem K.A. komið í. Elvar tekur þá aukaspyrnu hérna aftarlega á vellinum. Spila stutt á Nikola, fær hann aftur síðan og Elvar fær hann aftur. Tilbaka á Auðun, Geiri setur undir pressu en Auðun finnur hérna Jakub út á kanti. Adam kemur svo til Berga, reddar þessu, finnur Steinsson. K.A. með innkast, Ívar þrjumar langt hérna, Geiri brotlegur, steig út Birgir Ómar hérna, dæmdur brotlegur. Bjarni Guðjón kemur djúpt að sækja boltan, Haukur komur hérna í fremstu pressu. Þórsar reyna að finna Ásgeir Marn upp á topp en það er ennum sinni dæmt núna Adam. Nikola tekur þetta snöggt. Bjarni Guðjón, einn af þessum ungu efnilegu í Þórsliðinu hérna, gríðarlega spennandi strákur. Birgir Ómar komið með hann, Geiri setur undir pressu. Aldrei gott að hafa Geira á sig þegar maður með boltan. Enda þrjumar byggja honum bara fram og K.A. með vinnan. Andri á Binna. Binni kemur hún út á Þorra Mar. Þorri kemur hérna upp fyrir miðju, tilbaka aftur á Binna, Binna á Hauk. Hauk aftur á Binna, Binna á Adam. Adam með svæði kemur með hann upp. Komur hann rétt fram fyrir miðju, finnur Ívar Örn. Ívar finnur Andra. 20 sek eftir segir aðstoðardómari. Binni finnur hérna Ívar, frábær skipting. Ívar tekur hann með sér en nær ekki að skila honum, þetta er lélegt hjá honum. Og það endar í broti hjá Andra Fannari. Sem taka jákvæða úr þessu lélega hjá K.A. Þeir eru fljótir að brjóta eftir missa boltann. Og í þeim tölu flauta Valdi Páls til hálfleiks. Setjum smá mynd af skjáin hérna, reynum að sýna ykkur allan að mörkin. Þarna Sveinn Margeir tekur hann með sér. Klárar þetta listavél.
með færi á Þórsöldum sem Aron Ingi setur hann yfir. Sem tæknimaður brá sér í burtu þá er nýja sýningur hérna sem ég held að ég sé ekki rétt. Frábær bolti að beina þarna, Ásgeir nær honum, Ásgeir finnur svo Andra Fannar sem setur færi markið. Og hérna er Sveinn Margeir að vinna víti, sýnist vera hárrétt. Hérna er Sveinn Margeir að taka vítið. Klárar þetta. Hérna séum markið á Þór, þetta er alltaf galopið á Jakob Aron með frábæra sendingu á Ásgeir Marinó sem klárar þetta vel þótt að Stubbur loki vel. En segjum þetta gott í bili. Tökum smá pásu og ég kannski upp tölfræðina ef ég finn það. Hvern annan meira en COVID?
alveg öllur. Og svo náttúrulega minn maður á póstinum, Malón. Já. Já. Hann skilaði öllu. Já, kæra áhorfendur, við erum að detta aftur í gang. Hljóðlega séð, ekki minnilega séð það sem Ágúst ekki komið tilbaka, en það var hálfleikur nýja stysta. Engar breytingar á liðunum og Valdi flautar henni í gang. Hljóðið var eftir á henni í hálfleiknum, hann kannski heyrði hálfleiksaðuna hjá Káa. Kannski ekki. Elvar hérna með boltan langan á Þórs er að gera vel en Ívar nær að leysa úr þessu og setja boltan Sveitmarkir hérna með, nei, þetta er Haukur hérna með ólanga bolta á Nökkva. Engast hérna áskipmann og kemur út á Binni með fólksgult brot. Binni á gulu. Nei, hann fekk tiltala á hana rétt, ekki gult, en hérna ætti hann að fá gult spjald. Áskipmann og liggur hérna á hlaupbrautinni eftir hann. Ekki á hlaupbrautinni, á tartanum hérna stúkumegin. Binni taklaði hann og fór í hann og ítt honum hérna út í stúku. Það er lagið með Ásgeir, hann haltrar inn á völlinn og Þór á aukaspyrnu upp við hliðarlínu. Í þeim tölu kemur Ágúst inn vesturingang Bogans. Eina lengstu snúru sem ég séð af henni. Við þurfum að detta í mynd hjörlega, en Alli með aukaspyrnu. Kemur með hann fastan hérna sem verður smá keið á sinni teig og endar með skoti frá Nikola, en það er með vinstri og hátt yfir. Steinþór setur hann í gang, finnur Binni út á Þorra. Þorra upp á bróður sinn Nökkva. Farið heldur minna fyrir Nökkva í þessum leik heldur en síðasta leik. Andri kemur hérna með langan upp í blindan, flotta bolta á Nökkva sem tekur hann með sér. Með Vilhelm eftir sér, Vilhelm fer niður og tekur Vottang með sér, Nökkvi heldur áfram. Og ef hann er komin aftur í loftið. Það sem var að gerast hérna núna er það að Nökkvi fer niður, hefði mögulega getið fengið víti en ákvað að standa af sér. Tekur svo skot í hliðarnetið en það er hornspyrnuna. Það er Salomonsdómur, einhver myndi kalla það. Gæti alveg verið það, já. Herrin, já, núna erum við komið með nýja snúru og vonandi er bara myndin í lagi hér eftir. Býðist aftur bara velveringar á þessu. Þessi fyrirgerir flest, Ágúst. Þetta verður ekkert úr hornspyrnunni. Endar á broti á Geira. En eitt dæmi hvað er gott að búa á Akureyri, stutt á milli staða. Það er rétt. Birgir Ómar með boltan hérna. Finnur Elvabaldinn á milli. Skilur Geira eftir. En Elvabaldinn með langa bolta á Algeir og Algeir fær. Það er brot. Nei, það er dæmdur rángstæða fyrir Geir. Já. Misti alveg því þegar flaggið hjá Edda fór upp hérna hér. Allir rángstæður. En já, ég sé að blessunarlega er ekki búin að koma mörk í leikinn meðan við vorum úti eða?
Já, ég stendur mín orð, sagði að ég ekki fleiri mörg með varum ekki mynd. Já, við mistum ekki að miklu. Ég segi boltinn eða leikurinn svona fjarað út aðeins, ekki mikil gæði í þessu. Mögulega komið þreyta í mannskapinn. Já, svo er líka sko lúmst erfitt að ná að halda haus þegar leikurinn faktískt séð rauninni úrslitin ráðinn. Eftir 20 mínútur. Já, en vissulega samt eiga menn að reyna að nýta það leikinn betur. Það er ekki nóg að spila 20 mínútur af 90 vel. Nei, þú fær ekki mikla æfingu út í því, ég ætla bara að spila leikinn í 20 mínútur. Heldur betur. Ívar, Anna, Finnur Adam. Það má beina binni upp á Þorra, Þorri með hellingsplás. Finnur Sveinmaður fann aftur. Þorri ætlar að finna Geira hlaupið en finnur ekki. Þósann lúður honum hérna löngum. Aron hugsaði elta en hætti svo við. Adam á Haug. Þessi lið eiga það sameiginlegt að eiga bæði einn leik eftir í riðlinum eftir þennan leik og það mótið Dalvík Reyni. Já. Þú veist eitthvað um það lið? Já, ég veit að þau eiga einn leik eftir og meðan Dalvík ekki búið að spila leik í mótinu. Já. Þannig að Dalvík tekur mótið á 8 dögum. Svo kallar hraðmót. Það ekki bara draumur. Já, það sem allir óskar sér. Vera með lítinn hóp og spila 3 leiki á 8 dögum. En nú var ég bara að viðkynna, bara að spila með S-sæti eða cross? Nei, það spilað fyrsta og svo spilað þriðja. Þannig að liðin í öðru sætinu spilað þriðja og liðin í fyrstu sætinu í riðlunum spila úrslitaleik í apríl skilst mér. Já, eftir þá lengju bikarinn. Já. Þannig að spila fyrsta og þriðja meðan liðin sem í þriðja og fjórða sæti í riðlunum þau bara ljúka keppni núna í byrjun febrúar. Hérna Sveinn Margeir að vinna aukaspyrnu. Já. Klaufalega brotið hjá Villa. Já, Sveinn með þá. Þetta var ótrúlegt. Sveinn vill að taka þetta sjálfur. Það engar hreyfingar á bekknum með Káa. Þeir sitja allir hérna bara, salir rólegir. Já, þetta heitt og þægilegt í bóðanum. Alltaf jægt kósi í bóðanum. Sveinn kemur með boltan hérna á fjær. Þar sýnist með Haukur eða bara nikkonum út í teig og Þórsar að geta breyka rætt. Við byggjum með boltan hérna. Bjarni Guðjón, snýr, Finnur, Ásgeir. Ásgeir á Aron. Binni gerir vel og kemur boltanum út í innkast. Þórsararnir skipta þetta langt yfir, það Þorri. Þorri gerir vel, Finnur bróðið sinna eitthvað. Binni, Sveinn Margeir. Passar einstaklega vel upp boltan, frábær tækni. Aukaæfingin.is. #samstarf. Ja. Valdi segir að þessi innkast átt á boltinu að það færi loftið held í einu á vellinum, en já, þeir vilja minna að það færi fyrst farið út af, þannig að já. En það var Valdi síðan alveg með reglurnar á hreinu. Valdan vaxinn. Minna á að ég fegin þessi frýtt. Þorri með innkastið, finnur Nökkva. Nökkvi reynir að halda honum með missan frá sig, Nikola. Andri gerir vel, finnur hann löglega á honum. Þorri Káa í smá vandræðum, frábær pressa í Þórsarunum. Þórsarunum með innkastinnar beint undir myndaðalinni á Vestastað. Binni og Ásgeir í barðina sem Binni hefur betur í. Andri þykist alltaf að setja beina ristarna en ákveður að taka með hnénu. Komið smá ákefð í Þórsarunum hérna, það er miklu skemmtilega að sjá þetta.
Það var smá fótboltaleikur. Samt kannski vinka svona tæklingar. Já, við höfum séð margt verra Já, í þessum slag. vissulega. Það er svo sem má reikna með að K.A. og Þór, það er að segja aðalið Þórs mætist í úrslitaleik mótsins. Það voru kannski aðeins meiri hasar á Ég sé báðum. ekki alveg sammálaður þar en það hefur verið lenskan flest árin fyrir utan eitt ári sem að K1 og K2 spiluðu. Já, það var eftirminnilegt. En þá mitt var K.A. með svona svipaða taktík og Þórum er núna að spila eiginlega á B-liði. Ég minnir að það hefði verið einhverjir 3 strákar úr meistaraflokk sem spiluðu lallaleiki með K2 þá, styttu það lið gríðarlega. Þar á meðal einn Þórsari, Ólafur Aron, spilaði lallaleiki með K2. Já, leikmaður Þórs. Já, Það líka. Veit ekki hvort að pappa hans var ánægður að heyra að það var nefndur sem Þórsari. En hvað er það? Nei, þekki þetta. Hotspyrna hefði á Sveinmar Geir og það er ennig svona fjær. Þar er Ásgeir í einn á auðum sjó og skallanlega marki og ekki frá þetta hefði verið Hálgeir Björgun hérna annarkot á línu eða kannski boltinn komin aðeins út fyrir. Já, minnum svo við ætlum að sýna leik Þór K.A. og Völsung svo hér í kjölfarið. Þannig að það er nægur fótbolti undan. Sjáum þetta boltinn endur leiðinni framhjá en með verðum endur sína það þá. Jú, hvað gerist þér? Eftir svona darradansi teiknum þá fáum við hérna fínt skotfæri en boltinn yfir markið. Það er taktur leikinn og við missum að því bara. Já. En það var ekkert úr þessu og kannski smávægileg meiðsli hjá ekki Jakob. En já, ég kalla aftur eftir því að við fáum aðeins meiri kraft í K.A.-liði. Þetta er búið að vera eftir frábæra byrjun, þetta er búið að vera bitlaust. Ja, við erum að tala 20 mínútur af kraft og 35 mínútur af svona eiginlega engu. Já. Það er Jón Stefán Jónsson, íþróttafulltrúi, sjúkraþjálfari og aðstoðarþjálfari Þórs sem sinnir hérna Kobba. Orri kallar að Jakob sé að fara suður helgina á landsliðsæfingar og þá sé skynsamlegast að taka hann út af þá. Já. Ef ég skil það rétt. Samt alltaf Þórsar ekkert að gera klára skiptingu. Þeir spila þá einu færri hérna í einhver tíma. Auðun með langan bolta. Þar er enginn, Haukur misreiknar þetta aðeins, fær undir sig. Sveitmark tilbaka á Adam og Steinþór. Adam kemur upp með hann hérna. Finnur Ívar kemur sér smá vandræði. Steinþór Freyr kominn að full djúpt til að leysa úr málum. Frábærlega gert hjá Sveini Margeir og þarna er bara rifið í ból og stuttbuxur og allan pakkan. Og það verður bara að segja þetta þetta er bara frábærlega vel gert hjá Steinar Loga sem er komin inn í hægri bakvarðin tímutið. Hann bara stoppaði sóknuna og fær gullspjald fyrir það. En hefði mögulega getað beitt tæknireglarnar valdið út því að Sveinn náði að losa sig. Já, einmitt. En já, magnaður Sveinn Margeir, gríðarlega efnilegur strákur og verður gaman að fylgjast áfram með honum. Spilaði stórhlutur með K.A. síðast sumar. Já, Jakob kemur bara aftur inn á, komur inn aftur inn á og slottar inn í hægri bakvörðinn. Það er vonandi við fáum að sjá Svein frá byrjun tímabils í byrjunarliðinu. Já, ég er bara hjartanlega sammála á því. Hann 2025 ár hjá honum, hann er bæði valinn efnilegasti leikmaður Missalóks Karla í K.A. í knattspyrnu og svo íþróttamaður Dalvíkurbyggðar. Já, og fekk svo Böggubikarinn K.A. líka. Og fekk Böggubikarinn, rétt. Hérna er K.A. aðeins að leika sér. Ívar og Adam ná að leysa úr því. Steinþór á Binni kemur boltan.
Talandi efnilegast á íþróttakarl, þá byrjar Ingi náttúrulega valinn íþróttamaður Káa, íþróttakarl Káa. Já, Þetta er víst. Íþróttakarl eftir að við kynniskiptum við þessu. Vel að því kominn, frábær síðast sumar. Já, algjörlega. Og með góða skiptingu yfir á mann sem ég kýsa að kalla Kjartanhæðskónginn, hann er ekki búinn að sýna það í þessum leik. Enda þreyttur, stuð síðan síðasta leiku var að hérna Nökkvi sloppinn í gegn undir frábær sendingu frá Andra og Nökkvi komið fram hjá Auðunni og þetta er illa farið með gott færi. Nökkvi. Já, ætlaði að fara fram með markmannunum með misti boltann hans langt frá sér. Og Vilhelm með frábæra skiptingu yfir Aron á móti Sveinmargi. Sveinmargi er talsvert sterkari og sterkari og hefur þetta. Sjáum þetta aftur. Andri með frábæran bolta á Nökkvi tekur þetta gott hössina og svo er hann kominn í fína stöðu en þessi bolti er ólinur og Geiri nær ekki alveg til hans. Það er smá lífallan þarna. Já, loksins bara. Birgir Ómar og Geiri hérna í barðu. Jakob tekur hann. Jakob finnur Nikola. Haukur hefur brýtur af sér, Haukur hefur á gulu. Það var Biggi. Svo ég ger nú eins og síðast að fara yfir þá sem eru fjarverandi Haukur. Ég gleymdi nú öllum þeim strákum sem eru í Bandaríkjunum. Bíðum með það eins, Steinþór mættur hérna. Kemur með trademark uttóndar sendingu sem er beint í varnarmann Þórs og Þór Söðrar sækja rætt. Og þessi bolti er langur. Já, Elvar Baldvins hérna í miðverði Þór. Það er Mágur Elvarsson sem er einn af þeim sem vantar hjá Káa. Og það er ekki Grímsi í Hollandi, Rodri á Spáni, Sebastian, hvað heitir hann? Brebels. Hann er á leiðinni. Og svo er þeir í Bandaríkjunum Bjarni, Ímir og Áki. Þá held ég sig ekki að gleyma neinum. Andri hérna með tíma. Andri elskar að vera með tíma og bara róa þetta niður. Hann er ekki mikið fyrir æsinginn. Nei, hann sé róleg týpa. Leðum að það kemur að skröfa þurfi bógrassi. En Haukur hérna, Haukur finnur Binna. Binni á Nökkvi aðeins hérna vakna til lífsins eftir að ég gagnrýndi hann. Geiri að reyna þarna erfiðan hlut sem hefði verið geggjaður eða heppnast en það var litla líkur á því. Auðun róa leikinn niður. Kemur svo hérna með hann á kontrinu fram. Þessi Binni er kóngur ríkisinu. Binni með ónákvæma skalla sem Steinlogi finnur og Þorri hérna í brasi. Þetta kallaði maður að fiska augnspyrnu. Níko tekur þetta stutt, finnur Elvar. Elvar á Biggi, skiptur hann niður til hægri á Jakob. Jakob er fram með Steinþóri, komur hérna í áreiðlega stöðu, ætlar að skjóta með vinstri en ekki nóg mikill kraftur í þessu og boltinn framhjá. Angraðist upp í markinu ekki mikið. Næsti leikur Káa í Kjartansmótinu er fimmtudaginn í næstu viku. Það er 4. febrúar held ég þá. 20:00. Já, jú, það er rétt. Þráðbeinni á Káa TV. Já. Það er Steinþór setur hérna Sveinmargir í gegn. Sveinmargir fer fram hjá Auðunni á hann. Komin í áleitlega stöðu, sendar hann út á Nökkva. Nökkvi bara reynir að setja eitthvað hæða með þarna. Sjáum við aftur þegar Sveit fer fram hjá Auðunni í markinu, setur hann út á Nökkva en ekki vel klár hjá Nökkva. Nei, hann hafði með þessu bara svona tíma til þess að
leggja hans meira fyrir sig. Já, í rauninni. Það var ekki mikið pressa á honum, alltaf ekki strax. Ásgeir og Binni vinnur það einu sinni enn. Gaman fyrir Ásgeir að fá kljást við Binna. Binni er frábær varnarmaður og Ásgeir er ungur efnilegur leikmaður. Þótt að Binni sé ekki gamall, þá er samt gaman að kljást við hann. Hann er orðinn fantaflottur varnarmaður. Já, og heldur betur framtíðina fyrir sér. Og Binni mitt títnefndu kemur hérna að finna Nökkvi kemur á ferðina. Einhvern veginn rattar þessi bolti til Sveins. Geir lætur hann fara fyrir Nökkvi komur hérna með fyrirgjöf. Steinþór einn inn í teig og nær ekki til þessa bolta. Jakob kemur nú til innkast. 65 á klukkunni og hvort liðið eitthvað að íhuga skiptingar. Þetta sé að komið smá hreyfing á Káabekkin. Þeir eru hérna að halda loft út í horni. 4, eða 3 annarflokkstakar og 1 þriðjaflokkstakar. Þorri eitthvað tæpur hérna. Þá Þorri Alli komið boltar hérna sér. Aron Inga á seint. Adam er of neðarlega, þannig að Ásgeir er rétt staður. En KM er fljótið tilbaka og talsveit fyrir en Þórsarinn teig og vinna þetta. Andri leysir vel úr þessu, finnur Svein Margeir. Það verður að slitna núna. Steinþór keyrir á það. Finnur Ásgeir og Svein Margeir á miðju. Svein Margeir notar líka mann svo ægilega vel. Hraustustrákur. 20 á þessu ári. Það lítið alls ekki út fyrir það. Binni í svokölluðu skotfæri eins og ég kýrst kallaði þegar Binni boltan þarna, en hann ákveður að senda boltan stutt. Nökkvi finnur Geira og Andra. Andri kemur hann alveg yfir á Ívar. Ívar hérna fyrir 1 á Jakob, en Jakob blokkar fyrirgjöfuna. Og Haukur tekur á skeið, en fulllangt síðan að hann tók á skeið síðast, þannig að hann er búinn að gleyma hvernig það á að gera það. En já, virkilega gaman að sjá Hauk spila og þetta mikið. Núna 2 leikir röð. Það er búinn að vera berjast við ansi erfið og leiðileg meiðsli. Það er karakter að koma tilbaka eftir svona. Ég held ég sé ekki að fara með náttmálinn. Ég held að Haukur sé að spila meira í þessu tömleikjum heldur en hann spilaði allt síðasumar. Þannig að það er virkilega gaman að sjá hann aftur á velli. Sammála því. Og að síðasta leikur hann hafði ekki mikil áhrif á hann því að hann virðist vera alveg 100% hérna. Já. Virkilega jákvætt, en núna er leikurinn komin í það að það eru bæði liðið ósátt við dómarann. Það er alltaf skítið þegar það gerist. Annar liðið ósátt við að setja aukaspyrnu, hitt liðið ósátt við að setja ekki guldspjald og svoleiðis. Ívar hérna leikurlistinn nær metinu sinni halda lofti. Gerst ekki meira á því. Steinþór finnur Adam alveg tilbaka á Stubb. Stubbur með hann langan, fulllangan. Alli finnur hérna Vilhelm með boltan fyrir. Þar er Adam kljást við Aron og Adam hefur betur. Og Villi með skot með hægri hérna. Ekki beint vanlegt til árangurs. Nei, þetta var ekki líklegt. Alls ekki líklegt. Þá sendir Arnar Hadda út í horn að varmannunum. Þannig að það er með reikna með skiptingur á Káa fljótlega, en þangað til þá er að koma skiptinga Þór. Út að fara Birgir Ómar og Jakob Frans, finnst mér. Og er þetta ekki Sigfús að koma inn á. Sigfús Fannar Gunnarsson að koma inn á og
Svona. Jæja, áfram með þetta. Ég var alveg til í allavega 1 marki viðbútt. Það sé hjá gulum og bláum. Kristoffer Kristjánsson koma líka inn á. Gríðarlega spennandi leikmaður Kristoffer. Fúsi virðist koma hérna bara beint upp á topp og Kristoffer kemur út á kant. Nikola missir boltann hættunum stað, Geiri í smá klafsi. Fyrst ekki leið til klafsinu. Kemur svo með flotta fyrirgjöf þar sem Nökkvi að leika sér og Nökkvi, jájá. Nökkvi klárar þetta listi vel. Þetta gerði hann virkilega vel. En þetta eitt af þessum, þetta virðaðist vera full auðvelt. Hvernig Nökkvi fekk að leika sér hana. Já, en leið ég baði mark þá kom það, ég þetta byggði meira en bara 1. Já, sjáum hérna Þorra, finnur Geiri sem missir hann. Kámur inn á boltan, Geiri hérna smá klafsi. Svo boltanum aftur, fær hérna tíma til að leggja hann á hægri fótinn og fyrirgjöf. Nökkvi gerir þetta vel. Nökkvi gerir þetta vel og klárar. Á markið. 5-1. Nökkvi komin á blað. Níko aftur hérna í hættuleik, missir næstu í boltan en kemur svo með eina sólutæklingu sem hann sleppur með. Já, það er ótrúlega Ká ekki náð boltanum hann, það var þó nokkuð skipti sem voru tæpir. Kámur voru að pressa hérna 5 á móti þremur. Binni flotta sendingu á Þorra hérna sem með fárlega mikið svæði. Á Nökkvi lendur undir hérna í barðinni. Elvar vinnur hann. Og Vilhelm gerir vel. En Haukur stoppar hann. Það var svona lúmst hvernig Haukur pikkaði boltan hana. Haukur stóð bara svo veggur hérna og stoppaði þessu sókn. Já. Þokkaleg reynsla í honum Hauk. Kann leikinn ansi vel. Leiði alltaf hvernig fyrir hans hefur farið eftir meiðsli og aðgerðir. Já. Og mishefnar aðgerðir. Ætti með öllu rétt að vera að spila ennþá úti í atvinnumennskunni. Já, heldur betur. Hann er, hann er 30 á árinu. Já. Hann er 91 model. Andri Fannar 91 model. Nökkvi hérna klaufulegur en nær einhvern veginn að halda boltanum finnur Geiri ekki með að skora en kom með 2 stóðstík í dag. Við settum okkur við það. Og það að Geiri sé að spila bara 90 mínútur hérna 2 leiki í röð er frábært þótt ég ekki vonaði að hann klári 90 mínútur í dag. En að hann sé að spila svona mikið er bara virkilega ánægilegt að sjá. Já. Æðislegur strákur hann Geiri. Og einhver sem þarfnast þess virkilega bara að eiga eitt gott meiðslalust tímabil. Og Kámenn þarfnast þess líka. Sveinn Margeir hérna sýnir enn einu sinni hversu miklu sterkar hann er en Þórsararnir þótt hann sé á svipum aldri. En aldrei taldi hann brotlegan hann. En já, hvað Geiri er að fara inn í sitt 5. tímabil með Káa. Kom 2016. Hjálpa okkur að fara upp í Pepsi-deildina sem heitir Pepsi Max í dag. Já, það tímabil var hann ekki fastamaður í liðinu til að byrja með en hann var fljótur að vinna sér inn sæti liðinu. Já. Og hefur ekki litið öxl síðan. Ég maður rétt að skora sigurmark á móti Leikni Fáskrúðsfirði í þriðja leik sumarsins eða eitthvað. Eftir þá var hann búinn að tryggja sér sæti í liðinu sem byrjunarliðsmaður. Var algjörlega frábær það sumar. Ég ætla ekki að við fengið þessar
upplýsingar sem mútu að gefa mönnum hérna, en mjög ríkar að tjáður. Þessi leikur var í beinni á KT, eins og margir leikir það sumari. Í þá gömlu góða daga. Já, sem við máttum sína kettisleiki. Ekkert frægar en ferðin austur á Fjarðabyggðarvöll, Eskifjarðaði, sem búnaðurinn var í sukkunni eða ekki. Jó. Út í horni einhvers staðar, í mjög rigningu. Það var enda stórkostlegt. Það er ýmislegt sáttið til að sína. Hérna eru Þórsarnir sloppnir 2-1. Það er Kristófer og Fúsi varamennir, en Kristófer er ekki alveg komin í takturleikinn og með vitlausa vikt þarna á sendingunni. Boltinn allt of langur. Kristófer er einhver sem að fólk ætti að muna eftir nafninu. Haukur finnur Geir komin hérna niður að sækja boltann. Og Binni með tíma. Binni leitar eftir möguleika, finnur engan, þá bara rúlar hann tilbaka. Hann þekkir að gera bara nákvæmlega sem hann vildi þarna. Samt ekki, hann langaði gríðarlega að koma með hann langan. Og Káa heldur hérna þessi boltan, frábær bolti Adamann til að brjóta upp, finnur Andra. Andri lítur upp, verður Sveini stuttan samt, Sveinn út á Þorra. Nei, hérna verður bolti komin fyrir, það eru svo margir inn í teig. En við ákveðum að spila bara tilbaka aftur á miðju. Persónulega ekki hrifinn af þessu, þar sem ef þetta væri alveg leikur þá myndi maður alltaf vilja krossa boltanum hana. Við endanum erum við búin að missa hann hérna bara í hægu spili. Og Þórsarnir geta breykað á okkur. Aftur hérna er 3-2 hérna framalega. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast núna. Og það er dæmt á Kristófer, hann brýtur hérna á Adam. Það er lagið með hann. Korter eftir leiknum og varamenn Káa bara ennþá að halda loftið í horni. Svo sætum við innan Nikola. Og Ásgeir að skalla henni gegn á Fúsa. Fúsi í barðinni. Fúsi er líkamlega stór og sterkur. Já, reyndi þetta hælsendingu í gegn en gekk ekki. Og Káa fær þá sókn í staðinn, komur hérna hratt upp, Sveinn og Ívar kemur með hlaupautan á, flott hlaup í Ívar, hann fær hann og er með sendingu fyrir á Steinþór. Hvað gerir Kjarnanskóngurinn? Ha! Jæja, ég hef búinn að setja upp hérna að borða og allt með nafnina, svo markinu og allt. En við skulum sjá hvernig hann fór að þessu. Tekur hérna touch, frábært touch, leggur hann á vinstri sem er kannski ekki það sem hann hefði að gera en kaus að gera það og þetta var hann alltaf að klára. En kýs að gera það ekki og staðan er þá 5-1. Hérna Geiri búinn að vinna boltan aftur, Ívar. Já, Steinþór reyndar held ég eini leikmann sem ég actually trúi þegar hann segir að hann finnst meira gaman að leggja upp heldur en skora sjálfur. Já, ok, út á einn það. Ég trúi orði sem Steinþór segir. Binni hérna finnur Geira. Geiri með svo kallað tröllatöts og Andri ákveður hann að brjóta bara á honum en viðurkenndi nánast aukaspyrnuna en Valdi var á öðru máli og Þorri komur hérna upp að endamörkum en slakan bolta fyrir. Þetta háir boltar eru ekki beint vanlegir eins og Káa liðið stillir upp í dag. Káa með strax búinn að vinna hann aftur. Haukur og Andri spila hann saman. Já, ég haldi hann að spila. Haukur komin í skottur og Haukur setur hann yfir. Já. Fínt færi og að gera reyna skotið. Það hefur verið ægilega gaman að sjá Hauk setja hann eftir samspili frá vinnu sinum Andra. Spiluðu hann 1, 2, 3, 4 og endaði svo með skottur á Hauki. Tekið beint úr Jútasalunum þar sem þeir eru duglegir að
Það var sem Haldurlótti, veitir ekki af. Hérna Haukur barði við Ásgeir, hefur betur en þarna Haukur tekið niður. Hálf fólkskulega, Haukur liggur eftir, en staðinu upp og K.A. heldur að hafa með svíluboltanum. Og K.A. kom boltan hérna Steinþór í góðri stöðu. Sveitmarki var leit nú tæra með en svona Steinþór ekki alveg eiga saman stjörnuleikan átti hérna á þriðjudaginn. Það er það sama með Geira, maður er bara ánægður með að Steinþór sé að ná klokkinn mínúturnar. Og hérna Adam brýtur að sér. Og þá ætla Valdi líklega að spjalda það sem Addi pantaði á hann hérna með óháan sóla. Nei, það er bara hálf gert tiltala á 80 mínútur. Já, það er ekki oft sem maður sér það. En það var hann kannski á leiðinu út þannig að þá það er skrítið þannig eins og Valdi hafi bara sendið hann til kellingu. Það er svona 7. Bara time out. Bara benti á hann og hann lappaði út af. En nei, hann kemur inn aftur. Það er þetta mjög skemmtilegt að biðja þjálfarinn að taka leikmanninn út af í smá tíma. Já, ég enda spilaði fótbolta þegar ég var yngri í Danmörku þar sem guldspjald var út af í 10 mínútur. Og ég var hrifinn af þeirri reglu þar sem var mikið einmitt fólkskulegar tæklingar. En guldspjald hlýtti og var einu færri í 10 mínútur. Þannig að menn hugsa sér tvisvar áður en fóru í ykkur viltatæklingar. Já, það var líka dýrir að stoppa skyndisókn og svona. Já. Þetta er, sniðulaust. Sniðulaust svona innlæðardalum það sem er mikið öðru sér brott. En hvað með það? Grunar að Þórsarnir séu að undirbúa skiptingu fyrir Bigga. Vel gert hjá Sveini. Sveinn Geira en Alli er hérna búinn að koma niður vinstri bakvörðinn og þá kemur skiptingin. Nei, það er Vili og Níko sem fer út af. Já. Þorri með innkastið hérna. Og þetta er Ingimar Arnar að koma inn á. Það er ekki bara Björn Ísfeld sem er komin inn í vinstri bakvörðinn. Það er Alli hérna með skemmtilega táar bolta á Sigfús sem er komin hérna á móti Binnast, tjekkar út, vel gett hjá honum og nei, ekkert dæmt. Næja, best að segja sem minnst bara. Ívar skammar hérna Alla sem fær. Já, þarna fær hann setja annað gula spjaldið og rautt vandarlega. Næja. Algjör óþarfi. Ég verði að veikja hérna, ég misti af þessu, ég var að finna hérna endursýninguna en við skulum aðtöku hvort við eigum þetta. Hvort ég er búinn að ýta snemma, Fúsi hérna keyrir á Binna sem Binni kannski dregur fótinn frá og Alli, rétt mistaði hérna þegar Alli keyrði og fekk sitt seinna gula og þar með rautt. Já. En til að fara aðeins yfir reglurnar í kjarnaðarsmótinu þá er rautt spjald ekki bann en hann verður að yfirgefa húsið sem er svolítið svona ég veit ekki alveg okkur og verður að fyrirgefa Ágúst en ég bara nenni ekki að setja þessa skiptingu hérna upp á skjáinn er það fyrirgefið? Það er sem melta það eru þá bara allir
á bekknum að koma inn á nema Jaló. Ungi strákar, hann er engi með skallablætt, þannig að þetta er þessi mynd sleppur. Já, aftur á móti fór einn með skallablætt út af. Kannski meira bara blætt. Já, en ég skal fyrir strákana skal ég sitja inn að þeirra hafa verið komið inn á. Já, það er myndað öllum, þannig að það er að gera reyða með þess að nönda sín. Þorvaldur Daði, það er Elvar Máni. Og Björgvin Máni. Og Atli Snær Stefánsson sem kom inn á. Já. Út að fara Steinþór Freyr, Andri Fannar, Ásgeir Sigurgeirs og Nökkvi Þeyr. Þannig að meðalaldurinn lækkaði talsvert inn á vellinum. Já, hann heldur betur segja það. Yngsti er 9 ára, 15 ára. Já, og elsti er hvað, það er 35 ára árinu sem fór út af. Já. Þetta... Bara það er sveiflað 20 ár. Já, Steinþór geti verið afi Elvars. Það var reyndar afar gott, þegar svo var ég. Já. Láttum við vera eins og þetta hef ekki verið brandari. En þeir sem þekki Ágúst vita að það var svoleiðis. Binni finnur, reynir að finna Björgvin Mána eða Ívar, finnur hvorugan. Eins og aðstæðarþjálfarinn myndi segja, það þarf að vera aðræðis á þessu. Það var ekki þannig að pósturinn veit ekkert hvert á að skila þessu. Nei. Og Steinar Logi komur inn í hægri bakgrunni á Þór. Ingimar missið þennan út af. Ingimar aðeins eldri en Elvar Máni og held ég sjálf örugglega næst yngsti leikmaður vallarins. Boltinn tilbaka á Stubb, frábær móttaka. Gaman að sjá ef þú sjá einhvern mynd Elvar Árna undir blaðamannastúkunni vera að taka spretti alveg eins og hann hef aldrei gert það áður. Svona. Frá því að hann sé léttari heldur en hann var fyrir árið síðan þegar hann spilaði síðast. En meiddist illa í leik á móti Þór. Já, úrslitaleiknum á þessu móti í fyrra. Haukur eða mér skemmtilega hann kloppa þarna. Það var að Þorvaldur Daði. Þorvaldur finnur Haukur spila aftur að klára leikinn. Atli Snær á Þorra. Þorri spila bara 20 mínútur síðast, þannig að hann á inni helling. Þorri missir hann á Steinar Logi, missir hann tilbaka og Þorri reynir í skotið en Þórsarnir fyrir þessu. Vilja fá okkar fyrir sinn snúð Þórsarnir. Þetta er frábær vörn hjá Bigga. Biggi er eins og pabbi sinn, frábær og yfirvegaður varnarmaður. Þórsarnir komin þetta er ekki Ingimar sem tjekkar inn á völlinn. Það eru Haukur mættur. Haukur lætur hann fara. Fúsi dettur hann niður í hörkufæri og þessi bolti rétt framhjá. Já, ég held að við varum búin að vinna boltan þarna en hvað það? Þetta skot svo endanum framhjá. Fúsi nær potanum á þetta Ásgeir og komur hann í færi það er hotspyrna frá Þórsurum kemur það er fjársvæðið en þar er enginn og ennir sem detta Þórsarinn í teik. Við fannst þetta lítið þannig að já, það er bara aftur hotspyrna. Þess maður geta það er Þórsari á flautunni og Þórsari í aðstæðdómara 1 og þeir sá ekkert aðtöfvert þetta en við treystum því alveg fullkomlega. Ekki fyrir framvístöðu Þórs að dæma þennan leik. Já. Þannig að hann er nú svolítið tengdur þessu. En hann er búin að dæma þennan leik bara mjög vel eins og honum vísa. Já. En aðstæðdómara 1 hann nú fyrrandi starfsmaður KA. Það sé komið til skila. Það meina þessi 2-1 fyrir Þór í dómaramálum. Já, maður var að þannig. Aðstofan bara í 2, hérna er áskotturinn held ég. Svona cirka.
Já, það er mikið lífi í þessu að við erum að pæla í þessu, það er eðlilegt. Hefur það leikurinn að fjara út. En já, 90 mínútur að vera komnar á klukkuna. Ætli að fá eitt mark í viðbót. Þannig að Elvar Máni með sitt fyrsta touch í leiknum. Tíknefndur Elvar Máni. Já. Vissum að þú sett með að hreinu, en er Elvar Máni þá yngsti leikmaður til að vera á samningi á KA? Já, hann skrifar undir á 15 ára valsteginum. Það þarf að vera árið 15 til að skrifa undir samning. Aha. Ég, bara verið að kenna, ég hef ekki alveg með að hreinu. Þú mátt ekki skrifa undir samning nema með leyfi foreldra allan á þeim aldrei. Já, þau mættu að sjálfsögðu með honum. Lérandi sig ekki myndabatta Ásdísi við undirskrift líka. Hann fikk ekki að fara út að borða að fagna afmælinu góða því hann var upptekinn við að spila leik með KA hérna. Það er rétt og kemur hérna inn á í sínum öðrum leik með KA þar að segja. Já. Kom með 1 mark nú þegar í þessu móti. En leikurinn er svona fjara út og við minnum á að við erum hérna verðum hérna áfram þó á nýjum link er það ekki? Jú, það er önnur útsending. Þór KA Völsung. En áfram svona á KA TV í sjálfsögðu. Og hérna er Þórsarnir undir pressu frá Atla. Atli Snær dettur niður og kemur svo boltanum til innkast. Innkast fyrir Þór. 91 eftir klukkuna, við verðum ekki að gefa okkur það að það verði 3 mínútur uppbót. Þetta klassíska. Þorri finnur Haukur á Þorvald Daða. Sér voru ekki blótti. Nú veit ég ekki alveg hvað menn er að biðja minna á bekknum. Ég held að Arnar sé bara búin að fá sér fullt satan af svona ýmsu klafsi frá Þórsarunum sem kannski búin að vera kannski aðeins yfir strikið. Já, þá á hann ekki von á góðu þegar hann mætir hérna Þór 1. Já, hann á það svolítið. Líklegum úrslitaleik. Hann á það eftir. Já, meira það síðar. Man á valla eftir leik á KA og Þór á síðust árum sem að vera ekki fáið rautt spjald á loft. Nei, það er allavega ekki það sem hefur ekki verið einhver hittamál. En hérna er Sveinn Margeir kominn að teiknum. Nei, missir hann. Svakalega svona þreyta og slítleiki í þessu öllu núna. Adam með boltan, Adam. Það Björgvin Mána og Ívar. Björgvin Máni komin í skotstuð, hann getur skotið strákurinn en þessi er töluvert framhjá. Já, alltilega að reyna þetta. Björgvin Máni á leiðinni á landslæðingar. Já, U17. Já. Fínt fyrir hann að fá hérna leik með aðalið KA áður en að fyrir þangað. Heldur betur. Flottur strákur á framtíðina fyrir sér. Og valdi hérna setur flautinu upp í sig þegar það smellur akkurat í 93 ár. Þótt að við hann er komin í vænlega stöðu. Já, 5-1 sigur staðrænt eftir að við komumst í 4-0 eftir 20 mínútur eitthvað svo leiðis. Já, frekar daufa 70 mínútur. Og það er Ágúst komið með fancy skilti hérna upp. Já, það var akkurat 20 mínútur. Þetta er svona kveldlisti eftir bíómynd. Já. Mér vantar nafnið mitt annar endar. Nei, og kemur aftur. Var alveg til í að fá gulltóttin aftur í lið KA. Já, það er ólíkt að það gerist. Herrin, já, þetta fór svona 5-1, eins og leikurinn hófst með látum, en svo var þetta orðið svona hálf þurrt. Endaði með ólátum. Já. Svo þetta segir ég sé slæmur. En já. Þú kannski sýnir mörkin Ágúst hérna. Já. Ég sýndi í hálfleik eiginlega bara alltaf helsta, en kannski finnur út hvað er mörk og hvað ekki. Annars dreigir mig til hliði bílallana. Já, minnum alltaf á að áttaleytið, kannski líklega aðeins er eftir rúmlega 8 að byrja leikur Þórs KA og Völsungs, einnig hérna í byrni á KA TV. En hérna er
mark með 2 í leiknum. Sveinn Margeir Hauksson með það. Það færi á Þórsarunum í fyrri hálfleik, gátu minnka munni 2-1 en hitti ekki markið. Og hér flottu bolt í gegn og endar með að Andri Fannar fær dauðafæri til sendingur að gera og kom Káa í 3-0. Svo stuttu seinna kemur þetta brot hérna í teignum og vítaspyrna dæmd og Sveinn Margeir Hauksson innsiglaði þrennuna, kom Káa í 4-0 eftir einungis 20 mínútna leik og svo stuttu seinna þá kom mark gestana eða Þórsarana, vel spilað hjá þeim og þetta virkilega vel klárað hjá honum Ásgeiri Marino, minnkaði þetta munin í 4-1 sem voru hálfleikstölur og svo bara spurning hvort ég finni loka markið sem kom í seinni hálfleik. Það úrvalsfæri en þeir bjarga á línu Þórsararnir, fengum svona miðbik seinni hálfleiks nokkur fín færi. Þetta annað sem að gekk ekki heldur, Nökkvi skýtur hérna yfir en svo á endanum þá kom markið Geiri með boltan hérna, setur hann fyrir og Nökkvi gerir þetta gríðarlega vel og klárar og 5-1 lokatölur. En já, ég held við fyrir að setja gott í bilið, minnum á Þór Káa Völsung hér á eftir. Annars þá þakkum við fyrir í dag og byrjum aftur velvirðingar á tröflunum í fyrri hálfleik en við ættum að vera í góðu núna. En annars takk fyrir og við sjáumst eftir smástund. Bless bless.